Komið sæl, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson, þetta Pólitíkin 59. þáttur. Gestur minn í dag Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur og aðstoðarframkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Konráð skrifaði grein í sumar í Viðskiptablaðið þar sem hann spyr hvað á að gera við allar þessar háskólagráður. Þar bendir hann á að þann 19. júní síðastliðinn náði tæplega 1% þjóðarinnar þeim merka áfanga að útskrifast úr háskóla. Nú 38% fólks á vinnumarkaði háskólamenntað, samanborið við 11% árið 1990. Með sama áframhaldi má gera ráð fyrir að innan tíðar verði annar hver starfsmaður á vinnumarkaði með háskólagráðu. Konráð, velkomin í þáttinn. Takk. Þetta var athyglisverður pistill hjá þér fannst mér og ég hafði svona einmitt oft velt þessu fyrir mig sjálfur, einmitt bara þetta alltaf nokkur þúsund á hverju ári, þetta eru kannski 2-3 að vera að útskrifa úr háskólan landsins árlega og þar leiðandi séð maður að fjöldinn hann vex mjög hratt. Verða til nægilega mörg sérhæfð störf í framtíðinni fyrir allt þetta háskólamenntaða fólk? Það risastór spurning. Tilhneigingin hefur allavega svona til að maður fyrir að velta fyrir sig hvernig þetta verður í framtíðinni að þá hægt að skoða kannski hvernig þetta hefur verið síðustu ár og þá eru bara því miður að sé sterkar vísbendingur það að tilhneigingin hafi verið til þess að þessi störf séu ekki að vera til í því mæli sem við myndum kannski óska okkur. Það sést náttúrulega í því að við erum náttúrulega með þessa rosalega miklu fjölgun á vinnumarkaði sem eru háskólamenntaðir og svona hefur staðið í stað meira varðandi aðra menntun en gríðarleg fjölgun háskólamenntaðra. Og það sem við erum að sjá það að svona tekjur þeirra í hlutfalli við bara þá sem að hafa framhaldsskólamenntun og þá sem að hafa bara lokið grunnskólaprófi eða eitthvað álíka, að hún hefur tekjuna þeirra hafa lækkað. Aldamót þá voru tekjur háskólamenntaðra í hlutfalli við þá sem hafa grunnmenntun 60%. Núna samkvæmt síðustu mælingunum 2019 þá var það komið niður í 37% og svona með við hvernig tekjuþróunin var í fyrra þar sem að við vorum með kjarasamninga sem að lögðu sérstaklega áherslu á hækkun lægstu launa þá svona næstu þori ég að veðja aleigun á það að þetta hlutfall hafi lækkað á síðasta ári líka en kannski erfiðara að segja til hvernig akkur núna. Og við sjáum aðra vísbendingur þetta í því að í öllum stéttum, alveg sama hvort sért með stjórnendur, náttúrulega eðlilega sérfræðinga og bara ósérhæfðu starfsfólki, og þá alls staðar að sjá fleiri og fleiri sem hafa háskólamenntað. Þetta bara það sem að gögnin segja okkur, en svo þegar maður fer að velta fyrir sér svona, hvað maður heyri mikið af því að fólk sé að mennta sig svo og svona og svo kannski gera eitthvað allt annað að þá allavega svona hlaðast upp þessar vísbendingar það að þær gráður, eða kannski gráðurinn skiptir ekki máli, menntunin sjálf og færnin sem fólk að fá inn í skólakerfinu, hún einfaldlega ekki alltaf að nýtast. Og þú veist, kannski þá mikið, við viljum náttúrulega einhverju leyti, menn að fólk að fara í háskóla til þess að meðal annars upp á að fá starfsöryggi, upp á að geta unnið við eitthvað sem þeim finnst áhugavert, upp á að fá hærri tekjur, það geta verið alls konar ástæður og ég hugsa í flestu tilfellum séu að blanda ýmsu. Og það að tekjurnar séu allavega til þess að standa undir kostnaðinum og það sem þú ert svona fórna í staðinn með því að fara að mennta þig, það þarf náttúrulega að vera til staðar. Og svo náttúrulega líka bara að horfir á samfélagi í heild sinni, það öll til góða að færni sem fólk mörgum árum í að ná sér í, að hún nýtist okkur hinum einhvern veginn með því að fólk sé að leyfa fyrirtækjum að njóta þess með því að vera í vinnu eða þá að fólk búi til einhverja nýja tækni og lausnir og svo framvegis. Þannig að já, þetta svona staðan eins og náttúrulega blasir við mér. Já, og þú tókst skemmtilega til orða í greininni, þú talar þetta væri forréttinda pésa lúxusvandamál sem þetta alveg hárrétt að það nú kannski frekar áhyggjuefni þegar þjóðin lítið menntuð en það einhver síður þannig og við munum það sjálfsagt báðir að ekki það langt á milli okkar í aldri að okkar kynslóð var alin mjög mikið upp í því að maður átti að vera duglegur í skólanum, mennta sig
til þess einmitt að fá góð laun og eiga möguleika á því einhvern veginn að skara fram úr. Fólk auðvitað taka líka námslán til þess að geta staðið undir sínu námi og svo maður að sjá það núna að eins og þú nefnir, ég menna meðallaunin eru þarna bilinu 600.000-800.000 en það eru líka mjög margar aðra stéttir sem eru ekki, það sem kannski sérhæfingar ekki krafist sem eru alveg að ná því í launum og þá oft fólk kannski að borga námslán en svo kannski að bera svipað eða minnstakosti mjög nálægt einhverjum sem hefur ekki þurft að taka slíka áhættu. Heldur að við séum að kannski fara að sjá fram á tíma að svona ákveðin hluti fólks eða minnstakosti einhverja kynslóður muni kannski hreinlega bara upplifa sig sviknar? Já, það stórt spurt. Ég veit ekki hvort að ég myndi nota svo sterkt orð eins og sviknar, en ég held samt að maður sér það svo sem víða í umræðinni, sérstaklega hjá svona háskólamentum í bara kjara umræði, maður horfir bara á það hlutist og þá oft og augljóslega svolítið kurr og bara, eðlilega, það bara kannski partur af leiknum, en ég held kannski að ef þetta heldur svona áfram að þá geti orðið meira þannig og geti myndað svolítið vond togstreita og horfum bara á vinnumarkaðinn, getur auðveldlega myndast vond togstreita á milli þeirra sem eru svona í þessum millitekja hópum sem hafa lokið einhverju menntun eða svona búast við því að vera í millitekja hópum af því að eins og þú segir, þeir með námslán og komum miklu seinna fullinn á vinnumarkaðinn heldur en einhver sem bara lauk framhaldsskólanámi eða eitthvað slíkt. Þannig að ég held að sú togstreita geti aukist og þú veist, þetta snýst alltaf fyrst og fremst það bara, hvernig látum við alla einstaklinga blómstra og bara einhvern veginn hámarkum velsæld samfélagsins og ég held að þess að komi í veg fyrir alla svona óæskilegar afleiðingar af þessu, hverjar sem þær kunna vera, fyrir utan alltaf bara hið augljósa að það bara ákveðin sóun fólkin í því að þessi stór hópi fólk sem búin að mennta sig í einhverju og ætlar að starfa við það, svo bara einfaldlega ekki forsendur fyrir því að fólk geti það. Þannig ég held að það þurfi tvennt að eiga sér stað, í stóru myndinni að eiga sér stað. Það fyrsta lagi það að skólakerfið verður að taka betur mið af því hverja þarfir vinnumarkaðsins úti. Það þarf ekki því að við bara setjum endilega, það mega bara svona og margir fara í þessa grein, sama hverju hún heitir. Heldur kannski meira það að skólanir sjálfir reyni einhvern veginn með einhverjum öðrum hætti að búa til einhverja hvata til þess að fólk komi inn í ákveðið nám með því að auglýsa það sérstaklega. Svo ég líka, ef ég horfi tilbaka, þú veist, alltaf hvað ég upplifði og mjög oft verið að tala að maður einhvern veginn bara velja það sem maður hefur áhuga á. Auðvitað skiptir það langt mestu máli, en mér finnst bara heimurinn allt of flókin og margslungin til þess að þú horfir bara einhvern einn þátt eða að taka jafn stóra ákvörðun og hvaða nám þú velur. Þannig að auðvitað þarftu að velta þig líka fyrir þér og hvað ætlar svo að gera. Ég ætla að vona að þetta dragi ekki úr því einhver vill virkilega fara að verða, segjum myndlistarmaður, því að það oft talað að það sé svona, já, hvað ætlar svo að gera við þetta? Men ef einhver virkilega ætlar sér að gera það og tilbúin að leggja það á sig sem þarf til þess að vera framúrskarandi að því sé hvað það þá er það sjálfsög að gera það. En kannski svona fyrir aðra sem eru kannski ekki eins vissir að þá getur náttúrulega verið mjög skynsamlegt að velta fyrir sér, hvernig best að ég nýti mína krafta. Svo það hin hliðin. Þetta það sem við þurfum að gera kannski þá hvernig fólk velur nám og svo það hin hliðin að við þurfum náttúrulega líka að hlúa því hvernig atvinnulíf byggjum við, hvar ætlum við að sækja fram, hvers konar störf verða til og þau fyrst og fremst náttúrulega verða til á einkamarkaði. Það eru langflestir starfsmenn á íslensku vinnumarkaði á almennu vinnumarkaði, bara sem starfa hjá fyrirtækjum landsins. Þannig að þau störfi þurfa að verða til þar og þá náttúrulega atvinnulífið slíkt, við berum sjálfsögðu rosalega mikla ábyrgð, það ekki ástæðulausa vinnuveitandi viðskiptar á Íslands tók þátt í að stofna og megin eigandi háskólans í Reykjavík. Það vegna þess að það skiptir náttúrulega atvinnulífið þarf að hugsa mjög vel þetta en það dugar kannski eitt og sér því að náttúrulega hið opinbera hefur gríðarlega áhrif á atvinnulífi líka bara í krafti stærða sinnar og lagasetningar og svoleiðis, þannig að þetta snýr líka upp á það að búa atvinnulífinu það skilyrði til þess að það sé samkeppnishæft í því sem við höfum oftast kallað alþjóðagerðin eða svona hugvitsdrifinni starfsemi.
sem krefst mikillar þekkingar og sérhæfni sem að kalla þá náttúrulega á menntun. Og við gafum út og kannski mér langar aðeins að koma þess inn í þennan punkt hjá þér að því þú ert að tala þarfir atvinnulífsins og aðkomu viðskiptaráðs að HR og slíkt að þá var líka ákveðin þróun tíma að við höfum til dæmis séð lögregluskóli ríkisins er núna farin inn í háskólan á Akureyri og er orðið að sérstöku lögreglunámi á háskólastigi, fóstruskóli, nú eru sem sagt leikskólakennarar í löngu háskólanámi með 2 gráðum mögulega og svo framvegis en enn eru þá til eitthvað svona sem við getum þá kallað starfsnám eins og ef þú til dæmis vinnur á tollgæslunni þá getur ferði í tollaraskóla ættum við kannski fara að í rauninni að kannski vinda einhver leiti ofan af þessu og auka þá kannski framboð líka starfsnáms sérstaklega kannski ljósið þess að fólk oft mikið að verða líka fyrir áföllum á starfsæfinni það bara og það er mun tíðara núna að fólki sé sagt upp þegar skóin kreppir í efnahagslífinu, að það sé auðveldar að söðla og sækja sér starfsnám sem þá ekki allt of langt endilega, það getur tekið kannski 1 til 2 ár að ná sér í ágæti starfsréttindi. Getur það verið einhver lausn í þessu? Ég held að það sé stór þáttur á þessu og það talar rosalega vel við það sem að er alveg greinilegt að við, þú veist, hvernig bara vegna tækni breytinga sem hafa orðið að verða og munu verða væntanlega í framtíðinni að þá náttúrulega, og fyrir utan bara samfélagsbreytingar almennt, að þá náttúrulega fullkomlega eðlilegt að þú sért ekki bara búin að ljúka öllu þínu námi 25 ára og svo ferðu bara að vinna þangað til að vera 67 ára, það náttúrulega ekki þannig. Þannig að ég held að einhver aukin áhersla á slíkt eða eitthvað svoleiðis og kannski frekar endurmenntun og svona meiri fjölbreytni, ég held að það geti vafalaust verið stór þáttur í þessu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli. En heldur að kannski þetta lúxusvandamála sem við erum að tala og ég meina við erum auðvitað að gera það alveg undir jákvæðum formerkjum, þetta auðvitað ekki neikvætt, en heldur að geti samt verið kannski þróunin, við erum að sjá svo óbúslega breytingar á vinnumarkaði. Það sjálfvirknin að aukast og fólk vill orðið ráðað í svona hvarða vinnur, fólk vinnur bæði orðið heima og á vinnustað og það stjórnar kannski tíma sínum betur og svo framvegis og það alltaf verða meiri og meiri áhersla á nýsköpun að það verði þá í rauninni þannig að núna þurfi kannski háskólafólk að fara að hugsa svona eins og nakta konan sem þarf að spinna, að fólk þarf að fara að búa sér til sín eigin störf og sín eigin tækifæri. Ég held að það sé bara klárlega einn þáttur í þessu. Þannig að það tengist náttúrulega því að bara þegar áður þú ferð í háskólanámi þá náttúrulega eðlilegt og velti fyrir sér, ok, hvað ætla ég svo að gera við þessa gráðu? Þannig að svo þegar þú komið með hana þá svo spurningin náttúrulega ennþá uppi, sérstaklega þú kannski finnur ekki neina augljósa leið til að nýta hana á vinnumarkað og hefur áhuga á því, sem að ég held að flestir hafi, að þú væntanlega ferð í eitthvað háskólanám af því að þú hefur áhuga á því og þú búin að leggja ansi mikið á því, þannig að fyrr má nú vera að þú viljir að það nýtist þér einhvern veginn. Þannig að ég held að það sé stór partur af því, en kannski ekki eins mikilvægur og þetta að skólakerfið tali betur við hverja þarfin og svo það að við þurfum einfaldlega að leggja enn meiri áherslu, það hefur náttúrulega verið mikil áherslu, en við þurfum að leggja enn meiri áherslu á það að skapa grundvöll fyrir svona alþjóðlega hugvitsdrifna starfsemi sem að þannig séð virðir engin landamæri og eðli málsins samkvæmt eru með óþrjótandi tækifæri til þess að fólk með alls konar þekkingu, færni og menntun sem að við höfum jafnvel ekki, við tveir höfum heldur ekki eins og ímyndunarafl að slík starfsemi blómstri og sé stóri svona einn lykillinn að því að þeir sem eru að fara í háskólanám núna og munu fara í háskólanám í framtíðinni að viðkomandi einstaklingar, að þetta unga fólk að það geti nota þá sína þekkingu sem það aflar í sínu námi seinna á lífsleiðinni. Mér langar aðeins til að halda áfram að ræða svona sérhæfnina og líka kannski svona leiðir fólks þá til að bregðast við þessu sem að búin að afla sér menntunar og eins og við fórum aðeins inn á áðan að maður finnur það, maður sér það bara með því að lesa fréttirnar, það er einhvern veginn orðið meira, finnst maður oft uppsagnir í gamla daga var það oft svona síðasta úrræðið, nú það oft kannski fyrsta úrræðið þegar það bregðast við erfiðri stöðu í fyrirtækjum, að þá bara fækka mennum 15 og það ekkit óbúslega tiltökumál, það bara gert og
og þá þarf fólk að fara út á galeðina, að þurfum við kannski svona sem að viljum vera hérna á vinnumarkaði bara sem launþegar að kannski þá líka fara að hugsa meira, bara reyna að breyta okkur einhvern veginn í svona svissneska hnífa, vegna þess að það var alltaf þannig að það var bara bóknám A, það var leið A, verknám að leið B og það var bara önnur hvor leiðin farin, að fólk þurfi kannski og háskólamennta fólk voru ekki í iðnskólan og öfugt, að nú þurfum við að fara að hugsa þetta kannski bara meira samtvinnaða, það sé bara norm að maður geti bara breytt kúrs á starfsæfinni eða verið með einhverjum svona fjölhæfari menntun, þannig að maður geti í rauninni verið í þeirri stöðu þegar það verði einhverju sveiflur í efnahagslífinu að geta þá bara stokkið inn í einhver allt að gera, meiri hreyfanleiki. Ég held að það sé mjög mikilvægt og að hafa ákveðna fjölbreytni og líka, held ég sé, líka náttúrulega þó að sé alltaf sérhæfinga alltaf að auka sko, en það svona á þessi mótsögn og mót það að fólk ekki jafn lengur fast í ákveðni sérhæfingu og fyrir utan það rosalega mörg störf sem talað að séu sérhæfð sem krefjast í raun og veru ótrúlega fjölbreytta færni. Þannig ég held að þetta sé alveg ótrúlega mikilvægt veganesti og það náttúrulega til urmulla leiðum til þess að halda við svona færni, fá nýja. Það stutt námskeið á netinu, það þarf alltaf að telja upp að það bara þannig sé að læra allt á YouTube, en svo náttúrulega erum við með bæði Endurmenntun Háskóla Íslands og Opni háskólinn eru með fullt af styttri námskeiðum og svona sem að ég held að gæti svolítið verið framtíðin til þess að fólk nái að viðhalda færnin og auka hana jafnt og þétt og ná fjölbreytni. En eitt sem að því að myndist á iðnnám að ég held að það sé líka kannski gleymdi eiginlega að nefna það held ég ofboðslega mikilvægt að ná að draga inn aðeins fleira fólk inn í iðnnám, eða ekki draga inn, bara fá það inn, því að það við ekki að þurfa að draga fólk inn í að fá góða menntun sem að býr til ansi mikið starfsöryggi og mikla möguleika og ágætistekjur. Og sögulega séð þá held ég pínu læðist af mér svo grunnur að stór hluti af vandamálinu hafi verið bara foreldrar okkar í raun og veru. Kannski ég hef svo sem ekki gert neina rannsóknir á því en ég held að margir hljóta tengja við það oft einhvern veginn bara gert ráð fyrir að þú sért að fara í háskóla. Það var enginn sem sagði við mig persónulega, vilt þú ekki fara í smíði? Sjáðu, ef þú fer í smíði þá þetta var einhvern veginn þannig sé hvarflaði ekkert rosalega mikið að mér. En á sama tíma þá horfum maður á einhverja sem fóru jafnvel mér sem fóru í iðnnám á sínu tíma og eru þess vegna að reka fyrirtæki og eru komin eða þú hugsaður einhvers konar svona ævitekjuferil eða starfsferil gegnum svona hvernig þú ert að þróast eru komin langt undan mér sem að fóru í háskóla. Þannig að ég held að það sé líka alveg ofboðslega stór þáttur að því að kannski við þurfum kannski ekki allir þessir sem að fara í háskóla, eins og nefndir, og mér sýnist þegar við þróuna við verðum komin með yfir 50% vinnumarkaði háskólamenntaðir. Ég veit ekki hvað við þurfum, það fer náttúrulega eftir ýmsu, en ég held allavega að það væri ágætt að væri líka eitthvað að hækka hlutfall iðnmenntaðra á sama tíma sem að það hefur ekki gert og þetta talar inn í svo margt, það mikið búið að vera að tala það vantar að byggja meira á síðustu árum og það er búið að benda fingurum hingað og þangað. Eitt sem að ég held að blasi við að sé frekar augljós ástæða fyrir því að það er ekki búið að byggja meira, það vantar stundum bara aðeins fleiri hendur. Það þekki allir hvernig það er að reyna að redda iðnaðarmanni til að koma eitthvað að gera hér. Þeir eru allir að drukkna í verkefni. Þannig að fyrr má nú vera að það séu smá svona kannski gangi ekki jafn hratt og allir eru að vona að byggja upp húsnæði á landinu þegar staðan er svoleiðis. Og þá þarf kannski líka skólakerfið eins og þú komst inn á áðan aðeins að átta sig á því að því við getum kannski ekki bara hort á svona þá sem á hennum klassíska skólaaldri heldur einmitt líka að gera þá kannski eldra fólki sem kannski mögulega með einhverja menntun fyrir gefa því þá kost á að stökkva inn til dæmis ef við tölum iðnnámið að stytta kannski þessar námsleiðir, þú veist, það enginn sem fer einhvers staðar á miðri starfsæfi kannski í 3 ár í iðnskóla og að fara að taka þar bóklegu fögin sem að fólk kannski löngu búið að taka, að það séu svona einhverja leiðir til staðar til þess að fjölga þessum starfskröftum kannski úr hópi þeirra sem eru með háskólamenntun. Já, það sé mögulega leiðin. Það geti heldur verið mjög góð hugmynd, kannski að bjóða upp á svona einhverja kannski diplóma sérstakka gráðu sem geti verið kvöld- og helgaskóli svona í
2 ár svona sem að flesti getur tekið nokkuð þægilega með annarri vinnu. Það gæti verið alveg gríðarlega skynsamlegt og að bjóða upp á eitthvað slíkt ef fólk vill aðeins svona standa upp úr skrifstofustólnum og fá kannski aðeins að kannski í nútímanum sé nú ekki þannig að iðnaðarvinna sé einhver erfiðisvinna en þú ert allavega að þú ert enga síður að nota líka með talsvert meira heldur en þú setur við tölvu allan daginn. Þannig að ég held að það sé örugglega mjög margir þarna úti sem að væru spenntir fyrir því. Því að eins og ég segi, með hvernig svona menningin hefur verið að þú bara fara í háskóla, það læðist líka oft að manni sá grunur að mjög margir hafi farið í háskóla einhvern veginn út af einhverjum svona félagslegum þáttum, kannski ekki endilega því að það var það sem að hentaði viðkomandi einstaklingi best. Þannig að ég held að þurfi að horfa á iðnmenntunina í þessu samhengi, ég held að skipta alveg gríðarlega miklu máli. Það var mjög gaman að fara yfir þetta með þér, Konráð Guðjónsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, reglulega góða pælingar. Takk hérlega fyrir að koma í pólitíkina. Takk.